Já, yfir til Egilsstaða, þar fór fram torfærukeppni Austurlands, haldin á vegum Starts á Egilsstöðum. Þessi keppni fór fram í einhverjum skemmtilegustu gryfjum sem keppti hefur verið í hér undanfarin ár. Svolítið skemmtilega fyrir rykið sem var þarna, en það hefur ekki rignt þar frekar en annars staðar á landinu undanfarna daga. En hér var Eiður Baldvinsson, hann fekk 295 stig í fyrstu þraut. Það voru 7 keppendur sem mættu til leiks í sérútbúnaflokknum. Benedikt Eiríksson. Snaggaralegur bíll, en það er eins og að vanti snúning á hjólinn. Það er eins og að þurfa að gíra þetta meira upp. Það er aðeins 130 stig hér í fyrstu þraut. Nú 3 efstu menn í Íslandsmótinu, Stefán Sigurðsson, Árni Kópsson og Árni Grant, voru allir með þarna. Hér er Stefán Sigurðsson á RC skutlunni. Hann er í 3. sæti í Íslandsmótinu, 4 stigum á eftir Árnanum 2. Og hvað gerir Stefán hér? Ja, hann er á heimaslóðum og fer alla leið, 300 stig. Þá er það Árni Grant. Þessi keppni gaf ekki stig til Íslandsmeistara. Næsta keppni til Íslandsmeistara verður í þessum sömu gryfjum í ágúst. En Árni Grant sest hér á kviðinn. Þetta gerði hann líka í síðustu keppni á Hellu. Það er búið að lækka hjá honum vél og gírkassa og sennilega hefur gírkassin verið lækkaður of mikið. Hér er kominn Sigþór Halldórsson. Hann er á heimaslóðum eins og Stefán Sigurðsson. Báðir eru þeir mjög góðir ökumenn og ég var búinn að sleppa orðinu þegar að Sigþór stoppar hér og fær aðeins 155 stig. Gísli Jónsson hér á grind, tiltölulega nýr í torfærinni. Þetta er snaggaraleg grind og Gísli góður bílstjóri. Vantaði þó herslumuninn hér, 255 stig í fyrstu þraut. Þá er það Árni Kópsson á heimasætunni. Það gerir Árni, hann hlýtur að fara upp hér. Já, 300 stig, þeir eru þá jafnir, Árni og Stefán, og við förum beint í þraut nr. 2. Þar byrjar Benedikt Eiríksson. Hann fekk aðeins 130 stig í fyrstu þraut. Hann þarf að bæta betur hér. Byrjar í talsverðum hliðarhalla hér. Síðan kemur svolítið snúinn kafli. Þeir eru að fara upp á hól og taka krappa hægri beygju. Það eru 2 dekk þarna innan í beygjunni og fæstir náðu þeir þessari beygju. Og reyndar fer Benedikt hér alveg út fyrir, þannig að það sem á eftir kemur telur ekki neitt. Og það vantar eins og áður meiri hraða á dekkin. Og hann fær aðeins 110 stig, 240. Þá er það Stefán. Þraut nr. 2. Það er 6 þrautir í keppninni á Egilsstöðum. Kemur við þarna dekkin innst og nær þó þessari beygju nokkuð vel. Hann snerti dekkið utanverðu líka. Já, og alla leið. 255 og komið 555 stig. Það er Árni Grant. 255 í fyrstu þraut, á meðan Árni Kóps og Stefán Sigurðs fengu 300 hvor. Sleppur þarna við þessi 2, tekur hins vegar 2 dekk hér og þar eru fókin 30 stig strax. Og nú verður hann að fara upp ef hann ætlar að vera með í slagnum í fyrsta sætið. En það er sama sagan, hann sest á gírkassan, millikassan, en ég hef reyndað að fregna það að hann sé að fá sér annan millikassa sem á að vera miklu hærra upp í bílnum heldur en sá sem nú er í honum. Og ætti að verða honum til tekna í næstu keppni. Sigþór. Já, hann er komin hér út fyrir. Ákveður að bakka, má bakka inn að bíllengd, menn tapa þó við það 30 stigum. Og svo rennur hann á dekkið neðanverðu. Hann fær ekki mörg stig hér. Já, 160 stig. Það er Gísli Jónsson, 255 úr fyrstu þraut. 1 dekk. 2 dekk.
Þetta gengur ekki, Gísli. Já. 3 og 4 og 5. Það eru 75 stig farin strax í súginn. Já, 165 stig, 420. Þetta þýðir þó að hann hefur fleiri stig en Sigþór Halldórsson. Sigþór hefur 315, Benedikt Eiríksson 240, þá er það Árni Kópsson. Já, tekur þessi 2 dekk og út úr. Þannig að þetta er dýrt. Hún tapar 60 stigum hér nú þegar. Stefán Sigurðsson fekk 255 hér. Þeir voru jafnir fyrir þessa þraut. Já. Þetta höfum nú ekki fengið að sjá áður. Árni Kópsson á toppnum. Þetta hefur verið í fyrsta skipti sem Árni Kópsson fer á toppinn í torfærukeppni. Hann slapp ómeiddur sem betur fyrr. Og átti enga möguleika á að bjarga sér út úr þessu eins og hann hefur stundum gert þegar bíllinn hefur farið upp á endan. Þá er það Eiður. 30 stig og önnur 30. Það er hætt við að menn hafi ekki tekið hlutina kannski í alvarlegum tökum þarna eins og í Íslandsmótinu. Það munaði nú litlu að hann bjargaði sér út úr þessu. 150 stig fær hann. Það er í 4. sæti. 2 þrautir. Auðvitað reyna menn að sýna sínar bestu hliðar ávallt þegar keppt er. En það er jú tækifæri til þess að reyna örlítið meira þegar stiginn til Íslandsmeistari er ekki í húfi og það gerðu menn svo sannarlega í þessari keppni. 3. þraut og Stefán Sigurðsson fer fyrstur. Var með 555 stig af 600 mögulegum fyrir þessa þraut. Hér er eftir brattur bakki. Nú já, hann hætti nú greinilega bara við hér. Leist ekkert á þetta, 180 stig. Skulum sjá, það kann að hafa verið skynsamlegt. Árni Grant. Hún er erfið þessi beygja og það að ná hraða fyrir, já. Það fór 30. Er heldur hærra, fær 180 stig, sama á Stefán Sigurðsson. Hann munaði talsvert á því að fara þarna upp, en hann misti 30 fyrir að bakka. Sigþór. Það er eitthvað ekki allt í standi hjá Sigþóri þarna. Greinilega ekki, það virðist vera brotin öxull vinstra megin, þar sem leitar bíllinn svona til vinstri. Tekur ekki á öllum 4 hjólunum og við höfum margoft séð það að verður að vera átak á öllum 4 ef menn ætla að komast eitthvað. Gísli Jónsson var í 5. sæti fyrir þessa þraut. 420 stig. Þarna eru farin stig. Þetta bar sem á að aka upp þarna var mjög algengt, eða samskonar barð réttara sagt, var mjög algengt í torfærukeppninni í Jósefsdal fyrir nokkrum árum og þá voru menn hvergi bangnir við að fara upp. Þetta er svona 85 gráða halli þarna í toppinn, 180 stig fær hann, 600 samtals eftir 3 þrautir. Gísli Jónsson, Árni Kópsson, greinilega með brotin vinstri öxul því hann snerist þarna hjólið, beygjan var góð. En átakið vantaði á þetta hjól þar sem öxull var brotinn og því fór Árni bara út úr brautinni. Og það er Sigþór, rétt búinn að koma bílum í gang eftir síðustu veltu. Hann er ákveðinn hér. Vantaði þó kannski örlítið tilhlaup, 190 stig sem var það hæsta sem okkur fékk í þessari þraut. Það var að Benedikt. Hann vermdi botninn,
fyrir þessa þraut og gerir það áfram með 415 stig. Staðan eftir 3 þrautir í torfærukeppni Austurlands þá hér. Stefán Sigurðsson einn efstur með 735 stig. Eiður Baldvinsson 100 stigum á eftir honum. Síðan Árni Grant 5 stigum á eftir Eiði. Þá Árni Kópsson 615, Gísli Jónsson 600, Sigþór 435 en Benediktur Ekkur lestina. Við sjáum meira frá þessari keppni að... Þá skulum við bregða okkur austur á land og fylgjast með seinni hlutanum í sérútbúnarflokknum í torfæri Austurlands. Þegar við skildum við þá kappa fyrir austan fyrir viku síðan þá var þetta staðan. Stefán Sigurðsson var efstur, Eiður Baldvinsson í öðru, þá Árni Grant, Árni Kóps, Gísli Jónsson, Sigþór Halldórsson og Benedikt Eiríksson í 7. sæti. Það munar ekki miklu á milli manna en þó Stefán Sigurðsson með afgerandi forystu. Þá Árni Grant hér í 4. þraut. Lendir hér í talsverðum hliðarhalla og missir bílinn algjörlega þversum. Hann snýr meira sig á móti leiðinni og fær aðeins 130 stig. Sjá hvort að Sigþóri gengur betur. Og þarna inni í ryggmekkinum gerist nákvæmlega það sama. Hann missir bílinn þversum af Gísli Jónsson. Sinni snaggaralegu grind. Lofar góðu, bæði Gísli og grindin. Og hann gerir sér lítið fyrir og fer hér alla leið. Það þó ekki náma 225 stig. Þá Árni Kópsson. Búinn að fara eina veltu í keppninni, torfærukeppni Austurlands. Fær hér 270 stig. Þá Eiður. Þetta góður bíll og góður ökumaður og hann fær því 300 stig. Það það hæsta sem hægt að fá í einni þraut í torfærunni. Það eins víst að þau sem tóku þátt í þessari keppni búi að því í næstu keppni sem verður 17. ágúst á þessum sama stað og þá gildir keppnin til Íslandsmeistara. Þeir voru hér allir 3 sem voru í efsta sæti og eru í efsta sæti. Árni Grant, Árni Kópsson og Stefán Sigurðsson. Árni Kópsson og Árni Grant jafnir en Stefán 5 stigum á eftir þeim. Gísli Jónsson kominn í 5. þraut. Það hér upp á þetta bar, síðan niður aftur, stoppar og missir 30 stig. Niður aftur, niður í smá kos og síðan upp einhvers staðar í rykinu. Gríðarlegt ryk þarna. Já. Hann þarna einhvers staðar, fær 230 stig. Þá það Árni Kópsson. Það rétt grillir í hann. Já, þetta var lítið mál. Hann fær þó ekki með 270 stig. Misti þarna 30 stig fyrir að fara yfir dekk. Eiður Baldvinsson kemur frá Selfossi. Getur reynst honum hættulegur þessi kassi sem stendur út niður úr miðjum bíl. Já, hann sest hér á kviðinn. Þetta ekki svona hjá Árna Kópssyni og Stefáni Sigurðssyni. Það það Benedikt Eiríksson. Maður byrjar náttúrulega á því að kíkja undir miðjan bíl. Þetta virðist verið í lagi hjá honum. En það hér vantaði ferðina. Spurning hvort að hann notar ekki bensíngjöfina nógu mikið eða hvort hann keyrir í lágadrifinu. Hann þarf dálítið meiri ferð í flestum tilfellum. Stefán Sigurðsson fer þetta hér ákveðið. Og alla leið. 270 stig rétt eins og Árni. 13.5 og í öruggu 1. sæti þarna þegar ein þraut eftir. Það Árni Grant. Hér sá maður að hann tók verulega í þennan millikassa sem stendur niður úr bílnum.
Hann er búinn að stoppa tvisvar í þessari keppni og stoppaði að minnsta kosti einu sinni á Akureyri og einu sinni á Hellum. Það hefur verið tiltölulega dýrt. En við erum komin í síðustu þraut. Gísli Jónsson fer hér fyrstur. Fór þarna langt út úr brautinni og fær því ekki mörg stig þó hann sé kominn þetta langt. Nei, 90 stig og lýkur keppni með 1145 stig. Þetta var Árni Kópsson og ég held að hann sé þarna einhvers staðar í rykinu. Já, hann fekk 110 stig, ekki var það mikið, 20 stig meira en Gísli Jónsson. Önnur veltan hjá Árna í torfærukeppni ævina og önnur veltan í keppninni á Austurlandi hjá Árna Kópssyni. Óvenjuleg sjón. Þá er það Eiður, hann ætlar sér greinilega ekki að velta, fer þó allt og neðarlega. Nær að hanga inn í hjólinn. Það er eitthvað lítilsháttar meira á stigum heldur en Árni og Gísli. Já, 185. Já, Benedikt. Hann fer sömulega Eiður og neðarlega. En er þó öruggur það að velta ekki. Hér voru nú eins og að dempararnir fram að vera svíkjan. Framhjólabúnaðurinn fór að hoppa og það telst nú ekki mjög gott. Stefán Sigurðsson fer hér líka mjög neðarlega. Hann ætlar sér bara langt. Það var þetta örugt. 195 stig og lýkur keppni með 1500 stig. Þá er það Árni Grant, síðasti keppandinn í síðustu þrautinni. Klifrar hátt hér, laglegt hjá honum. Já. Þetta er mjög vel gert, hann hangir inn í brautinni. Já, og hvert ætlar maður? Kannski að hann farið hér alla leið ef ekki stæði niður úr bílnum stærðarinnar kjölur. Þennan kjöl á að fjarlægja og það ætlar Árni að gera. Hann er búinn að fá sér annan millikassa til að setja í bílinn sem verður mun hærra í bílnum og það er eins víst að hann verði þeim Árna Kópssyni og Stefáni Sigurðssyni erfiður ljár í þúfu í baráttunum Íslandsmeistaratitil þegar að 2 mót eru eftir. Árni Grant og Árni Kóps eru efstir og jafnir og Stefán Sigurðsson skammt undan. Og við skulum leyfa Árna Grant að eiga síðasta spólið í torfærukeppninni á Austurlandi að þessu sinni. Og hér komur svo úrslitin. Stefán Sigurðsson einn efstur með 1500 stig, Árni Grant í öðru og Árni Kóps í þriðja. Það var Eiður Baldvinsson og Gísli Jónsson. Benedikt Eiríksson komst upp í 7. sæti og Sigþór Datnir í það 7. Við eigum enn eftir að sjá fá götubílaflokki í torfærukeppni Austurlands.